En við byrjum á Geir á Haarde, tíminn knappur, þú ert að fara aftur inn í þing rétt á eftir. Þannig að við bara vindum okkur beint í þetta. Ingibjörg Sólrún sagði hjá mig fyrir viku að það veri byrjað að ræða það inn í Samfylkingunni að skiptum ráðherra í ríkisstjórninni. Þorgerður Katrín segir 3 dögum síðar að það sé ekkert rætt hjá ykkur. Hver staðan inn í Sjálfstæðisflokknum? Það ekkert slíkt á döfin akkurat núna, en þetta aldrei hægt að útiloka breytingar. Það leggur í hlutarins eðli í stjórnmálunum að hlutirnir taka breytingum, en það ekki þannig yfirvofandi í augnablikinu. Og þið hafið ekki rætt þetta í ykkar ranni? Nei, þau hefum ekki rætt þetta í þingflokknum. En þetta hefur maður velt ýmsu fyrir sér, því ekki að netta. Hverju hefur velt fyrir þér þá? Já, þessu sem þú ert að spyrja um. Ráðherraskiptinu, þau hefur þú bara velt því fyrir þér eitt, þú hefur ekkert rætt það við aðra inn í flokknum? Jó, svona bæði og, en það semst verður engin breyting núna, það er málið. Verður engin breyting áramótum? Nei. Og ekkert fram að landsfundinum ykkar? Já, ekki vona á því. Þú sagðir í viðtali 24. október að lífskjör færu svona cirka 3 til 5 ár aftur í tíman, stendur það enn? Sennilega það lægri talan sem gildir, jafnvel aðeins 2 til 3 ár. Þetta nú óðum að skýrast, það búið að vinna heilmikið verk í sambandi við þessi mál, þessar þjóðhags áætlanir og útreikninga. Og við erum að vonast til þess að við náum okkur í gegnum þessa niðursveiflu, tiltölulega hratt. Árið 2009 verður mjög erfitt, en strax á árinu 2010 ættum við að geta farið að sjá ljósið á nýjan leik og komast út úr mestu erfiðleikunum. Þannig að staðan ekki verri en þú sagðir Nei, hún ekki verri þá. Ertu þá sannfærður verðbólgan gífulega há núna, svo mest í 20 ár. Ertu sannfærður að hún verði þá komin niður í þetta 4-5% í lok næsta árs? Það eru góðar líkur á því. Þetta hefur farið vel á stað með krónuna, sem er forsenda fyrir því að verðbólgan geti gengið niður og þar með vextirnir í kjölfarið. En auðvitað gríðarlega mikil óvissu í þessu og það veit enginn nákvæmlega hvernig þetta þróast, en þeir voru nú hér í vikunni frá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum eða í síðustu viku og við áttum það ítalið samtölu við þá og okkur sýnist að þessi áætlun sem við settum í gang, hún geti gengið eftir. En hvenær þórið að setja krónuna alveg á flot? Það spurningum að slaka á þessum höftum sem eru á fjármagnsviðskiptum í gjaldeyri. Vonandi tekst að gera það smám saman á næsta ári. Upphafi ársins? Já, vonandi fljótlega eftir áramót, en það ekki hægt að fullyrða það núna. Þjóðhagsstofnun, það hefur verið rætt að hún verði endurvakin, er það eitthvað sem stendur til? Nei, það hefur ekkert verið sérstaklega rætt það upp á síðkastið. Þannig að það ekki eitthvað sem kemur til greina að gerist á sama tíma og fjármálaeftirlitið og Seðlabanki verið saman að? Nei, það hefur bara ekkert verið rætt í mín eyrum um það. Þú sagðir í viðtalið líka 24. október að þú skoraðir á auðmenn að koma með fjármagn heim. Það bólar ekkert á því. Ég veit nú ekki hvað skal segja um það, en sú áskorun stendur enn og ég vil ítrekka hana við þetta tækifæri. Það hefur mikið verið rætt lífeyrissjóðina og þeirra fjárfestingar og jafnvel verið rætt að yfirmönnum lífeyrissjóðina hafa verið mútað af mönnum sem að sjá fjárfestingar og þetta er eitthvað sem er alltalað. Verður ekki að taka á lífeyrissjóðunum og þeim fjárfestingar sem þeir áttu því þar verður gríðarlegt högg og næsta ári mun komið ljós að þar hefur orðið rosalegt högg. Mér nú illa við að tjá mig um svona ásakanir eins og þú ert að setja fram í þinni spurningu. Mér ekki kunnugt að stjórnendur lífeyrissjóðanna hafi framið lögbrot, en ef að það þá verður þetta tekið á því. En það er alveg ljóst að lífeyrissjóðarnir hafa orðið fyrir vissum áföllum, þeir hafa tapað þar sem þeir hafa fjárfest í hlutabréfum og tapað á skuldabréfum og eins og ýmsir aðrir og þurfa náttúrulega að koma sér í gegnum þá dýfu eins og aðrir í þjóðfélaginu. En yfirmenn lífeyrissjóðanna hafa sloppið svolítið í þeirri umræðu sem hefur verið. Spjótin hafa meira beinst að ríkisstjórninni, seðlabankastjóra og auðmönnum. Þarna gríðarlegt högg fyrir almenning í landinu og gengur það að mennirnir sem þarna munu sitja þarna áfram? Já, það verður hver og einn lífeyrissjóður að ráða sínum ráðum með það, en það er rétt hjá þeir að lífeyrissjóðurnar hafa orðið fyrir töluverð áfalli, en þeir hafa meðal annars brugðist við því með því að lækka laun bæði stjórnarmanna og framkvæmdastjórana. Hvort að það duga til get ég ekki sagt til um. Er oflítill stuðningur frá öðrum ráðherrum, að því maður heyrir það frá samstarfsmönnum þínum að þeim finnist vera oflítill stuðningur frá öðrum ráðherrum í ríkisstjórninni við þig, að það mæði of mikið á þér?
Ég hef auðvitað mikið að gera en það hafa allir ráðherrarnir í ríkisstjórninni og þetta er góður hópur og hann er samstilltur. Ert þú ekki að lenda í að þurfa að taka að þig verkefni sem ættu að vera inn á borði hjá öðru ráðherrum? Ég finn nú ekki fyrir því. Ég held að hópurinn vinni mjög vel saman og skiptir með sér verkum eftir því sem á þarf að halda hverju sinni. Svo ég vitna nú einu sinni enn í viðtal fyrir 2 mánuði með þig að þar segir að við munum ekki borga meira en lög standa til. Nú hefur bara komið á daginn að þetta var ekki svona. Við ætlum að borga meira en lög standa til varðandi Icesave. Já, við gerum þar pólitískt samkomulag við þessar nákvæmlega þjóður okkar. Það er endar ekki komin niðurstaða nákvæmlega í það og við vitum heldur ekki hvað eignir Landsbankans hrökkva langt. Allt sem sagt hefur verið það til þessa eru getgátur vegna þess að það kemur ekki ljós fyrir en að búið er að gera mat úr þeim eignum sem getur tekið nokkur ár. Þess vegna er mikilvægt að við höfum afborgunarfrelsi í nokkur ár af þessum lánum og að því er nú stemt í þessum viðræðum þetta uppgjör. En hvað breyttist þarna frá því að þú segir að við munum ekki borga meira en lög standa til og yfir í það að við ætlum að borga þetta bara? Var þetta þrýstingurinn í Alþjóðagjaldeyrissjóðnum frá Bretum? Við ætlum nú kannski ekki að borga þetta af því að við vonast til þess að eignir bankans hrökkvi fyrir stórum og kannski mestum hluta af þessu. Eins og fyrirsvarsmenn bankans hafa sjálfur haldið fram. En það er alveg ljóst að þjóðir Evrópu þar á meðal Norðurlöndin tóku sig saman það að beita okkur ákveðnu þrýstingi í þessu máli. Það má segja að það hefur valdið okkur vissum vonbrigðum. Sá þrýstingur birtist meðal annars á vettvangi Alþjóðagjaldeyrissjóðsins en einnig annar staðar. Og það er ljóst að það hefði orðið mjög erfitt fyrirgreiðslu og samstarf við aðrar Evrópuþjóðir og Norðurlöndin ef við hefðum ekki ákveðið að ganga til pólitísks samkomulags þetta. Og það er sem sagt núna verið að vinna úr því.